Hæ, Guðrún Bergmann hér og gleðilegan pálmasunnudag. Það er pálmasunnudagur í dag þegar ég er að taka þetta upp einmitt út af því að 22 mínútur eftir miðnætti í gær, síðastliðna nótt, þá var það tunglið fullt. Og tunglið var á 24 gráðum í Vog í 180 gráð spennuafstöðu við sólina í samstöðu eða við hliðina á sólinni var svo dvergplánetan Eris sem nefnd er eftir gyðjunni sem ekki var boðið í brúðkaup á Ólympusfjalli og á sömu gráðu og sólin var á, var líka plánetan Chiron sem er táknræn fyrir hinn særða heilara. Þess vegna er svo frábær tími núna til að gera upp gömul sár og sleppa tökum á þeim og stíga út úr fórnarlambshlutverkinu og taka fulla ábyrgð á eigin lífi. Við þurfum að læra að gera greinarmun á því hvað er okkar karma og hvað er karma annara sem við höfum tekið yfir á okkar herðar og þess vegna erum við alltaf að drepast úr verkjum í öxlunum. Við erum að bera óþarfa byrðar sem að tilheyra ekki okkur, heldur kannski einhverjum allt öðrum úr fjölskyldunni eða úr ættinni lengra aftur, svo við þurfum að skoða hvað það er sem við þurfum að losa okkur við. Þar að auki er að mínum mati Vogin eitt meðvirkasta stjörnumerkið þar sem tunglið var í nótt. Alltaf að reyna að gera öllum til hæfis og hafa alla góða. Reyndar er það ekki okkar hlutverk að reyna að blíðka aðra eða passa upp á að styggja engan. Okkar er bara að hugsa eigin hamingju og smita henni svo út til annara sem eru móttækilegir fyrir henni, en ekki yfirfæra orku okkar á aðra til að reyna, innan gæsalappa, að gera þá glaða og hamingjusama. Að því í raun er alltaf hver sinnar gæfu smiður í þessu sem og í öðru. Venus breytti líka í gær stefnu, það er að segja 12. og lauk þar með 40 daga köfun sinni inn á við. Ég skrifaði grein Venus í aftur- og bakferli sínu sem að birtist bæði á Smartlandinu og eins hægt að finna hann inn á vefsíðinu minni guðrúnbergmann.is. En í þessu endurmatstímabili þá höfum við verið að meta hver við viljum verða þegar við verðum stór eða hver draumur okkar er og hvernig við viljum láta hann rætast. Hjá mörgum hafa undanfarnir 40 dagar því snúist að losa sig við gömul hegðunar og hugsanamynstur, gamla ávana og prófa sig áfram í einhverju nýju. Og ég hef svo sannarlega farið í gegnum það ferli sjálf og verið að taka ansi mikið til í öllu því gamla sem ég hef verið vön að gera og breyta yfir í hið nýja. En nú þegar við förum að láta drauma okkar og umskipti frá hinu innra til hins ytra verða að veruleika gildir að við sýnum okkur sjálfum umhyggju. Mars er 90 gráðu spennuafstöðu við norðurnáðuna núna en hún er táknræn fyrir stefnu okkar og örlögin í framtíðina. Fyrir það sem við komum hingað til jarðar til að gera. Við höfum kannski verið að vinna úr gamlu karma, ekki hvað er að mér í dag, en verið að forðast að gera það, en framundan býðst okkur það ekki verið til að mynda nýtt karma og virkilega vinna að því sem við komum til með að gera. Kannski verður það ekki karma, heldur miklu frekar bara gjörðir sem við framleiðum svona smátt og smátt, en í mínum huga þá snýst það sem við komum hingað til að gera það að læra að vera meiri í hjartaorkunni og tengja okkur betur við innsæðisvitund okkar, það er að segja þriðja augað okkar. Mars er líka í svona 15 afstöðu, það eru 72 gráður við dvergplánetuna Makimaki sem er pláneta kerfisvitundar okkar og hún er á 10 gráðum í Vog. Makimaki er táknræn fyrir skilningin sem við höfum verið að þróa í gegnum lífið á því hver við erum og hvernig heimurinn virkar. 15 segir okkur að þessi heimsýn getur uppljómað á mjög djúpan hátt þær aðgerðir sem við setjum í framkvæmd núna til að uppfylla örlög okkar. En við verðum að grípa til aðgerða vegna þess að 15 gerast ekki af sjálfu sér. Það er eins með allt sem við stefnum að eða viljum fá inn í líf okkar. Við verðum að taka skrefin í átt að markmiðinu sem við erum búin að setja okkur. Við getum litið á Makimaki sem hærri áttund Úranusar sem í nútíma stjörnuspeki er hærri áttund Merkúrs. Merkúr er táknræn fyrir hugsanir okkar og máltjáningu. Og svo kemur Úranus með nýjar hugmyndir utan úr geimnum og svo kemur Makimaki með samþættingu við eitthvað ennþá víðar af því Makimaki er eina af þessum dvergplánetum.
En hugmyndir og samskipti hins vængjaða boðbera eru innsæi sem eflist af orku Úranusar og skapar enn ríkari innsæiskilning á Maki-Maki-stiginu. Svo við erum að fara svona stighækkandi inn í hærri innsæisvit. Allar þrjár pláneturnar eru smá bragðarefir og Maki-Maki er þessi andlegi bragðarefur sem gerir okkur kleift að gera tilraunir með það svæði lífsins sem táknað er af stöðu hans í kortinu okkar. Því glaðari sem við getum verið, því nær hinu guðlega munum við verða. Og það sem er, ég er mjög glöð með að skoða og vita hvar Maki-Maki er í kortinu mínu. Það er hann er í 5. húsi og í 5. húsinu snýst mikið um gleði og leik og annað þess að það. Og ég hef reyndar tekið lífinu mjög alvarlega hingað til, en munar nú samt eftir að leika mér alltaf inn á milli. En ef þú átt ekki stjörnukort, að þá er ég að bjóða upp á stjörnukort með dvergplánetunum í, þannig þú kemst að rauna hvar Maki-Maki er í þínu korti. Og það er hægt að finna kortin inn á vefsíðun minni guðrúnbergmann.is. En þegar við þróum Maki-Maki orkuna með okkur sjálfum, þá skiljum við betur brotaeðli þessara heimsmyndar, þar sem hver hluti heildarinnar vísar til annarra hluta. Á andlega stiginu þróum við skilning á hinu ríkulega vegteppi lífs okkar á hverju augnabliki. Og í gegnum brotaeðli Maki-Maki sjáum við líka alheiminn á hverju augnabliki, en alheimurinn er stærsta kerfið sem við erum hluti af. Og á þessu stigi verður kerfisvitund okkar að kosmískri vitund og við skiljum betur heildina sem við erum hluti af. Og ég byggi þetta spjall mitt á heimildum frá Alan Clay sem er skólastjóri dvergplánetu háskólans, The Dwarf Planet University, sem er í Ástralíu, og ég er einmitt búin að vera í læri hjá honum til þess að læra meira um dvergplánunar, en þær eru á sviði ótakmarkaðra möguleika og eru að færa okkur það svið meira inn, þannig að allt er að víkka og stækka hjá okkur. Svo ég segi bara takk fyrir í dag, sendi kærleik og ljós.